Hlutur nummer 3 sem ég elska við Japan viðmótið og kurteisin sem þú færð, hvert sem þú ferð. Þú getur farið inn í 7-Eleven, Lawson, þið veitir þessar kombíni, smáverslanir og fólk mun heilsa þér. Þú veist, afgreiðslufólki segir velkomin og síðan spyrir það, viltu póka, má bjóða póka? Og ef þú segir já, þá raða þau fyrir þig onni í pókan og búa svo til svona handfang úr pókanum og rétta þér handfangið. Þau gera þetta allt mjög þægilegt fyrir þig. Ef þú vilt ekki póka þá bara, þú veist, það verða ekkert mál heldur, skilurðu. Og svo segja þau takk fyrir þegar þú ferð. Þú veist, það er bara, þú veist, viðmótið, þau eru svo kurteis og næs. Og auðvitað veit maður ekki hvort þetta sé sko, þú veist, að einhverju leyti smá gríma, þú veist, annarkvort eru þau bara svona næs í alvörunni eða þá að þetta er bara lenskan í Japan. Fólk er bara kurteist og með opið og bjart viðmót, en hvort sem það er þá finnst mér það mjög næs. Og þú veist, getið ímyndað ykkur á Íslandi að það sé, getið ímyndað ykkur einhvern gún, skilur, einhvern 16 ára gaur, skilur, sem er baggaður upp í enni að vinna hérna á kassa með sko Airpods í öðru. Getið ímyndað ykkur viðkomandi að segja velkomin í bónus, hvað getur gert fyrir þig? Þú veist, má bjóða þig póka? Á ég að raða í pókan fyrir þig? Á ég að raða þungu hlutunum neðst og mjúku hlutunum efst? Gjörðu það svo vel, hér er handfang til að auðvelda þér lífið. Getið ímyndað ykkur einhvern King Goon í þeir, sko. Ég held ekki. Ég náttúrulega hef ekki verið á Íslandi í 2 ár, en ég get ímyndað mér að sko viðmót starfsfólks og Guð blessi þau. Ég meina, auðvitað þú veist, það er bara erfitt að vinna mörg þjónustustörf. Auðvitað er það bara. Ég var þjónn á veitingastæði í 2 ár. Svo var ég í góðsteildin í Hagkaup í 2 ár. Ég þekki þetta alveg, ég veit alveg að þetta er erfitt. Það er ekki auðvelt að vera í þjónustustörfum. En sko, getið ímyndað ykkur að hvernig viðmótið er öðruvísi heim á Íslandi og Japan. Það er bara himinn og haf og þetta er eitthvað sem ég mun sakna, þú veist. Að koma hérna til Japan maður og það er allir svona, það er bara þjónustu lund, sko. Fólk vil gera hluti fyrir mann og svona. Auðvitað er líka á Íslandi, þú veist, svona, þetta reddast hugafar á Íslandi er mjög næs. Þú fær það ekki alltaf í Japan. Í Japan færðu meira computer says no. Hörðu, leið mér að athuga handbókina. Nei, veistu, ég finn þetta ekki í handbókinni og þá er það bara ekki tækt. En á Íslandi þá segir fólk bara já, veist, það er nú ekki til fordæmi fyrir þessu en við skulum sjá hvað við getum gert. Þannig að þetta eru bara kostur og gallar en mér finnst bara að fyndið að pæli því, sko. Mér mun allan að bregða þegar ég fer í krónuna eða, veist, bónus eða whatever og fer á kassan og það er bara einhver baggaður menntaskólanemi bara eitthvað að bípa þessu fyrir mig. Svo getur vel verið að sé allt bara komið í sjálfsafgreiðslu og ég sé bara risaðilega að tala hérna. Jæja, annað sem ég mun sakna mikið í Japan er skógurinn. Þú veist, 3% af Íslandi eru skógur. Það þýðir þá 3000 ferkilometrar. En skógurinn er ekki mjög stór á Íslandi og það er að segja hann er ekki mjög hár. Trén er ekki mjög há. Og það er ekki refir í íslenskum skógum. Það er ekki skógarbirnir. Það er ekki dádýr. Það er ekki kanínur. Það er ekki þvottabirnir. Þú veist, öll þessi náttúra sem er sérstaklega hérna í Hokkaido er ævintýri. Þú veist, hún er ævintýri líkust. Og þetta er eitthvað sem ég mun sakna. Ég mun sakna þess að geta ekki farið út í skó í göngutúr. Þú veist, já. Ég veit ekki, fuglasöngurinn og laufblöðin og allt þetta. Auðvitað eru fuglar á Íslandi og laufblöð en það er einhvern veginn, skógurinn er eitthvað sem ég mun sakna. Síðast en ekki síst, ég mun sakna litlu gatnana. Þú veist, það eru litlar götur út allt í Japan. Það eru litlar götur og litlar bullur, litlir veitingastæðir sem eru með sæti fyrir 7 manns. Litlir barir. Þú veist, það er bara eitthvað á barborðinu, það er bara eigandinn, þú er bara að spjalla við viðkomandi og viðkomandi er að hella ykkur að drykki fyrir þig. Þú veist, að ganga stræti, sérstaklega Tókjó, skoða þessa litlu bari, litlu bullur, litla veitingastæði og bara húsin, hvernig er allt byggt, þú veist, ég mun sakna þess. Þetta er ekki eitthvað sem þú finnur á Íslandi.
Þannig er alveg, það er mikið mannlíf í Reykjavík og það er mjög skemmtilegt að rölda bæinn og fara út að borða og svona, en það er bara allt öðruvísi. Þú ferð út að borða á Íslandi og þú ert 15 krónum fátækari. Í Japan getur fengið máltíð fyrir 2 og jafnvel drykki með á 4 skall. Það er ekkert mál. Þannig að það er meiri menning fyrir því að vera út að borða og svona. Ég mun ekki sakna mannfjöldans. Ég get alveg sagt ykkur það. Mannfjöldin í Tókjó og jafnvel hérna í Sapporo fíla það ekki mikið. það er ekki mjög mikið fjör að vera hérna 1 af milljón einhvern veginn, en það er samt hluti af þessu, það er hluti af upplifuninni. Svo er náttúrulega margt fleira sem maður mun sakna og þú veist, ég mun bara sakna þess að búa í Japan. Ég mun náttúrulega ekkert átta mig á því fyrr en ég flyt heim til Íslands og fæ þetta menningarsjokk og sé hvernig hlutinir eru öðruvís á Íslandi. Ég mun sjá hvað er gott á Íslandi og hvað er vel gert, en ég mun líka sjá hvar Ísland þarf á einhverju smá renovation að halda ég trúi því. Ég meina, þú veist, Japan er bara mjög gott land og ég hef sagt það áður og segið aftur, Japan er besta land í heimi að heimsækja. Þið verðið að fara að koma til Japan. Ég veit að mörg ykkar hafa gert það og mörg ykkar er á leiðinni. Það er bara must Japan er bara snilld að heimsækja og ég mun hlakka til mikið að fara aftur til Japan. Ég er að fara náttúrulega í september í mánuð í vinnu, þannig að þetta er ekki nema nokkri mánuður á Íslandi til að byrja með og svo náttúrulega kem ég aftur í október, þið veitir. Ég fer bara í Japan í vinnuferð, en ég mun bara sakna Japan, þú veist. Japan er bara snilld og margt gott og margt erfitt sem ég upplifði þessum 2 árum. Og ég vona að þessi þáttur hafi verið ákveðið uppgjör, þú veist, bara gera þetta eins upp, skoða þetta. Svo náttúrulega eins og ég nefndi í byrjun, þá ætla ég að gera leikrit þetta. Það verður ekki eins og þetta, þú veist, þá ætla ég að gefa mér smá skáldaleifi til að aðeins skilur fara út fyrir sannleikan hér og þar, vera með reykvél, vera með ljósasjó, vera að gera hlutina svona. Svolítið áhugaverða. En hvað svona hlaðvarpið varðar, þá er þetta uppgjör þessara 2 ára hér í Japan og ég segi bara sayonara, þú veist, sayonara Japan, sayonara Nihon Tangoskatta desu og osewa ni narimashita, arigatou gozaimashita, mata kimasu. Það er svona þannig sem við endum hennar þátt. Jæja, gott fólk, takk fyrir samfylgdina í dag, takk fyrir stuðningin og takk fyrir að hlusta. Ég minna á að þið getið sendt inn hugmyndir að umræðefnum nú sérstaklega þegar við erum að flytja til Íslands. Næsti þáttur verður einhvers konar ferðaþáttur, mögulega slæta ég reyndar inn einum myndbandsþættu Tævan, sjáum aðeins hvernig dagskráin er. Svo ætla ég að gera ferðaþátt þessa ferð frá Japan til Íslands í gegnum Finnland. Það verður skemmtilegt. Fylgistu með og ég minna á að þið getið sendt mér, þú veist, hugmyndir að umræðefnum, spurningar, hvað sem viljið vita, sérstaklega núna þegar við erum að fara til Íslands. Hvað á ég að tækla á Íslandi? Hvaða mál á ég að tækla á Íslandi? Þú veist, hvernig nýja slagorð heimsendis er nýtt upphaf, nýr heimur. Við erum að skoða nýja hluti, við erum að skoða samfélagsbreytingar, við erum að skoða hvað er að gerast á Íslandi og í heiminum. Ég ætla að halda áfram með heimsfréttir. Ég ætla að halda áfram að taka heimsfréttir, veist, hvaðan æfa úr heiminum, frá Brasilíu, Kína, Rússlandi, Ástralíu. Ég ætla ekki bara að innblína á eitthvað Bandaríkin og Evrópu af því að Íslendingar fá fréttir þaðan. Nei, ég ætla svolítið að skoða hvað er að gerast fyrir utan hinn vestræna heim. Ég ætla að fá fólk í viðtöl. Hvaða fólk á ég að fá í viðtöl? Segi mér það, sendi mér skilaboð. Hvaða Íslendinga eða hvaða fólk á Íslandi viljið þið heyra og sjá í viðtali hjá heimsendi? Þetta er allt á næstunni. Það eru stóri tímar framundan. Fylgistu með og komið með í þetta ferðalag áfram. Takk fyrir að hlusta, takk fyrir stuðningin og við heyrumst og sjáumst í næsta þætti.